Já, góðan daginn. Velkomin á þennan bæjarstjórnarfund sem númer 508. Fundurinn haldinn á Teams en jafnframt starfsmaður fundarins staddur í fundarsal í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Í dag 2. febrúar og klukkan 5. Mætt eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birgir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Aðalsteinn Egill Traustason, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og starfsmaður fundarins Hjördís Þráinsdóttir, skjalastjóri. Og eins og áður sagði, vegna veðurs og ófærðar sem hefur dunnið á okkur í dag, að þá var tekin ákvörðun að hafa þennan bæjarstjórnarfund haldinn hér í gegnum fjarfundabúnaðinn Teams. Dagskrá fundarins í 16 liðum og þar með talið eru framlagðar fundargerðir. Og fyrsti dagskrárliður eru reglur Ísafjarðarbæjar sérstakan húsnæðisstuðning. Hér lögð fram tillaga bæjarstjóra að bæjarstjórn samþykki reglur Ísafjarðarbæjar sérstakan húsnæðisstuðning en drög að reglunum fengu umfjöllun á fundi númer 464 hjá velferðarnefnd sem var haldinn 8. september 2022 og á fundi velferðarnefndar númer 468 sem fram fór 23. janúar 2023. Orðið laust og vinsamlegast gefið mér merki ef þið viljið taka til máls. Svo ekki. Þá ber ég, Kristján, viltu þú fá orðið? Nei. Nei. Okay, dúkkarinn eitthvað upp hjá mér hérna. En já, þá ber ég þennan þessar reglur upp til atkvæða. Ég aðeins að og kom eitthvað smá vesenina hjá mér, afsakið, ég ekki með 2 skjái, sko. Vinsamlegast gefið mér merki ef þið samþykkið þessar reglur sem lagðar eru hér fram. Með að gera með því að handa uppréttingu á Teams, með ít á takkan. Já, og það eru allir, þetta samþykkt samhljóða. Þá það fært til bókar. Þá það mál númer 2, það eru stúdentagarðar Háskólaseturs Vestfjarða á Ísafirði. Þetta tillaga bæjarráðs frá fundi númer 1227 sem fram fór 23. janúar 2023 að bæjarstjórn samþykki að veita stúdentagörðum Háskólaseturs Vestfjarða HSES með kennitölu 5110220880 leyfi til að veðsetja lóðina Fjarðarstræti 20 á Ísafirði með fastanúmerið 211 94 99 ásamt þeim 40 almennu íbúðum sem þar munu koma til með að standa með fyrsta veðrétti fyrir tryggingabréfi númer 0123 63 007 dagsett 1. febrúar 2023 að fjárhæð 720 milljónir króna, óverðtryggt til tryggingar á sérgreindri skuld samkvæmt viðskiptasamningi en kröfuhafi Landsbankinn HF kennitala 4710080280. Orðið laust þetta. Sækið. Jóhann Birgir, við orðið. Forseti, ég ætla bara aftur segja það sem ég sagt svo oft áður þessi mál að breyta reglunum úthlutun lóða þannig að þeir sem að sækja lóðir fái lóðarleiðsamning við greiðslu gatnagerðargjalda þannig að við séum ekki að fá svona mál inn
og bara ýmis praktísk atriði að vera ekki að veita lóðarleigusamning þegar það er búið að steypa plötu. Það er að mínum mati ekki eðlilegt að hafa það þannig. Þetta veldur vandræðum fyrir byggjendur. Þeir þarf að fjármagna miklu meira, fá ekki lánalínu, get ekki sótt rafmagnsheimtaug og annað. Þannig að ég held við ættum að reyna auðvelda þeim sem að fara að byggja að hafa aðgang að fjármagni áður en að stiftplata er komin. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Jón Birkir. Aðalsteinn hefur beðið orðið. Nú, þú ert með höndina uppi, Aðalsteinn minn. Já, eru fleiri sem vilja að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þetta tillögu bæjarráðs sem leyfi til þess að veðsetja lóðina að Færðarstræti 20. Vinsamlega skefum við merki með því að lyfta upp hönd í Teams. Og þetta er samþykkt samhljóða og vinsamlega takið hendurnar niður. Þá er það þriðja mál á dagskrá. Það er rekstrarsamningur félagsheimilisins á Suðureyri. Hér er lögð fram tillaga bæjarstjóra að samþykkja rekstrarsamning Ísafjarðarbæjar og annarra eigenda við hollvinasamtök félagsheimilisins á Suðureyri vegna félagsheimilisins. Og hér liggur frammi rekstrarsamningur 2023 Hofsú. Orðið er laust þennan samning. Arna Lára hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Arna. Þú ert með stilt á mute. Já, þetta eru basic mistök. Forseti ágæti bæjarfulltrúar og aðrir sem kunna vera að hlusta. Ég ætla nú bara aðeins að ræða þennan samning við hollvinasamtök félagsheimilisins á Suðureyri. Gamli samningurinn rann út 2012 og það er búið að vera núna að reyna að koma þessu samningi á í töluvert tíma og það þurfti nú að byrja til að leysa úr alls konar lögfræðilegum málum, lóðaskiptasamningum og þinglýsingaskjölum og fleira og svo er framhaldið að búa til þennan nýja samning. Og bara til að segja ykkur þá í gögnunum sem birtust á þriðjudaginn þá var annar samningur fyrir. Sá samningur sem liggur hér fyrir til samþykktar er frá hollvinasamtökunum. Þau voru ósátt við orðalag í 2 liðum sem er þá búið að breyta til samræmis við vilja Hofsú. Þannig að ég bara legg til að þessi samningur verði samþykktur og þessari stjórnsýslu þrautagöngu Hofsú verði bara lokið hér með samþykkt þessa samnings. Takk fyrir þetta, Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Elisabeth, gjörðu svo vel. Já, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég sé bara í samningnum þá svona gildi til 31. desember 2032. Er það rétt? Ok, ég held að þetta væri kannski stafavíxl, en allt í lagi. Já, takk fyrir Elisabeth. Hún má taka niður hendina og Gylfi á næstur. Gjörðu svo vel, Gylfi. Og þú ert með stilt á mute. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir, bara til þess að árétta að við nikkuðum hérna í myndútsendingunni til Elisabethar. Þetta er samningur til 10 ára eða þar bil og það er með ráðum gert. Þau vildu fá svona langtímafestu í þennan samning og vilja gera ráðstafanir í samræmi við það, en það er uppsagnar ákvæði í honum sem ætti nú að dekka ef að einhverjum snýst hugur sem skiptir máli. Já, takk fyrir þetta, Gylfi. Kristján hefur beðið orðið.
Já, takk fyrir forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla kannski að árétta líka að það náttúrulega allt of mörg félagsheimili og það eru lausir samningar við fleiri, þannig að ég ætla bara að hvetja þá bæjarstjóra að klára þá samninga og þessi þá byggður bara ágætis grunni held ég sem hægt að nota þá til þess að færa til. Ég held að Tindar séu ekki með samning í Hnífsdal en hafa óskað eftir því, þannig ég bara hvet ykkur til þess að gangi það mál með þessum. Takk. Já, takk fyrir þetta. Kristján má taka hendina niður og Arna Lára hefur beðið orðið. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég hef verið í samskipti við Tindamenn í Hnífsdal og við erum að undirbúa sambærilegan samning við Tinda eins og við erum að gera við Hofsú. Við erum að nota sama skapalón. Þannig að við eigum eftir að senda á Tinda, en við höfum rætt þetta að gera samning á þessum nótum og þeir telja mikið til þess unnið að koma sambærilegum samningi á. Já, takk Arna Lára, má taka hendina niður og Jóhann Birkir hefur beðið orðið. Já, forseti bæjarfulltrúar, á svo sem Arna kom eiginlega að þessu með aðra aðila, en ég vil bara sem sagt að þegar að svona samtök, hollvinasamtök eða björgunarsveitir er að sinna svona húsum fyrir okkur og taka þau í fóstur, að þá eigum við að einfalda þeim eins og kostur er ef það er vilji til þess að láta húsnæði af hendi og ekki láta þau þurfa að ganga svona. Þetta þurfa ekki að ganga svona erfilega fyrir þau. Þetta er nú bara einstaklingar sem eru að gera þetta allt í sjálfbóðinu og megum ekki láta þetta, megum ekki skemma þessa fyrir þeim að með smámunasemi í orðavalli að það fæli ekki frá. Það var ekki annað. Takk. Já, takk fyrir þetta Jóhann. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég hérna upp þessa tillögu bæjarstjóra að rekstrarsamningi í Sigurbæjar og annarra eiganda við hollvinasamtök félagsheimilisins á Suðureyri. Þið sem eru samþykkið þessu, vinsamlegast gefið merki með að lyfta hendi á Teams. Þetta er samþykkt samhljóða. Þið með taka niður hendurnar. Þá er það 4. mál á dagskrá. Þetta er ósk breytingu á aðalskipulagi vegna Mjólkárlínu 2. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 601 sem haldinn var 27. janúar 2023 að bæjarstjórn heimili auglýsingu á breytingu á aðalskipulagi vegna Mjólkárlínu 2 samkvæmt 1. málsgrein 37. greina skipulagslaga númer 123/2010 og 2. greinar laga númer 111/2021 umhverfismat framkvæmda á áætlana. Orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem hefur beðið orðið, eða Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Þú ert með á mute. Forseti, bæjarfulltrúar afsakið. Ég ætla bara að fagna þessu að þetta sé komið þennan farveg, gríðarlega mikilvægt mál fyrir Vestfirði að koma raforkumálum í betra horf en það er. Bara ég mun styðja þessa tillögu nefndarinnar að klára þetta mál og auglýsa. Takk. Takk fyrir þetta Jóhann Birkir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillögu skipulags- og mannvirkjanefndar upp til atkvæða og vinsamlegast gefið með merki með því að lyfta hendi. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þið megið taka niður hendurnar.
þá það 5. mál á dagskrá. Það varðandi hjúkrunarheimili á Eyri eða viðbyggingu. Þetta tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 601 sem haldinn var þann 27. janúar síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki valkost 3A vegna stækkunar á hjúkrunarheimilinu Eyri. Auk þess sem lögð verði áhersla á að púttvöllur verði nýtanlegur að hluta á meðan að framkvæmdur stendur og uppbyggingu hans verði lokið samhliða framkvæmdum við Nýja Álmu. Orðið laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, hér erum við að taka enn eitt skrefið í því að undirbúa viðbyggingu við hjúkrunarheimili Eyri. Á síðustu mánuðum hefur verið unnin mjög góð vinna við að skoða skipulagsanga, ásýndarmál, innra skipulag hjúkrunarheimilisins, mögulegar útfærslur á útivistarsvæði og púttvelli og lagnaleiðir og hitt og þetta sem að tengist þessu máli og það eru mjög góð gögn sem að fylgja þessu. Tillagan sem að lögð fram að verði svona aðaltillagan og auglýst verði þessi tillaga sem það svona sunnan megin við það sem nær leikskólanum og það sem að úti listaverk núna. Ég held að þetta gæti verið mjög farsæl lausn út frá eiginlega öllum þessum þáttum. Hún virðist vera lítillega dýrari en ég held að aðrir þættir vegi þar upp á móti. Þannig að ég fagna að þetta sé komið á þetta stig og að ég fagna að þetta sé komið á þetta stig og að þannig að ég mun bara greiða þessu mitt atkvæði. Takk fyrir þetta, Gylfi. Það var Arna Lára, hún hefur beðið orðið. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara að upplýsa að ég hef verið í samskiptum við Félag eldri borgara og Íþróttafélagið KUB vegna málsins og eðlilega hafa fulltrúar þessara félaga áhyggjur af púttvellinum og sem þau eru náttúrulega búin að leggja mikla vinnu í og staðhæfa að þetta sé besti púttvellur landsins og ég dreg það ekki í efa. Og ég hef verið í samskipti við þau að við munum að reyna að haldi þennan púttvell. Við munum þetta þurfa að breyta honum aðeins og breyta legu hans. Þannig að ég ætla að fá að leggja fram bókun og ég er að vona að þið takið öll undir hana. Og með leyfi forseta, þá væri það bókunin á þessa leið og ég hef bara svo ykkur sagt að hef ég rætt hana við formann Félags eldri borgara sem er mjög sátt við hana. Hún væri þá þannig að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar tekur undir bókun skipulags- og mannvirkjanefndar að púttvöllurinn við Eyri verði nýtanlegur að hluta meðan á framkvæmdum við stækkun á Eyri stendur og að uppbyggingu vallarins verði lokið samhliða framkvæmdum við Nýja Álmu. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að gera samkomulag við Félag eldri borgara og nágrenni og KUB, Íþróttafélag eldri borgara endurgerð og nýja legu púttuvallarins á Torfnesi. Og þannig væri það bókunin sem ég sá búin að senda Hjördísi ef þau eru sátt við hana. Og þau eru mjög viljug til þess að vinna með okkur að uppbyggingunni og veita okkur ráð hvað þetta varðar. Og við munum þetta líka setja hristitækin sem búið að panta og kaupa, þannig að þau munu vera þarna líka, þannig að það stefnir til að það verði bara mjög flott útivistarsvæði við sunnangaflinn á heilbrigðisstofnuninni sem hefur líka verið svo almennileg að eftirláta okkur smá á lóðinni sinni fyrir völlinn. Takk fyrir þetta, Arna. Kristján hefur beðið orðið. Kristján, þú ert með á mute. Ég var að vinna í að taka múti, ég var að færa mig á milli skjáa sko, ég er líka bara með eitt skjá, sitja inn á hótelherbyggi. Já, forseti, bæjarfulltrúar, bara gott mál að hjúkrunarheimili sé komið þetta langt, þetta eru þetta mörg gögnandi undir og það er okkar bæjarfulltrúa að velja þetta, við höfum skipulagsvaldi í þessu
ekki fjársýsla ríkisins, en það eru náttúrulega kostir og gallar við báðar leiðir. Við vitum að leið 3A er 30 milljón króna dýrari stofn- og rekstrarkostnaði með kostnaðargreiningu sem gerð þarna fyrir okkur. Á móti eru ókostir við 2A líka varðandi útivistarsvæði sem fyrir núverandi Eyri þannig að það okkar að vega og meta, en ég fagnaði í það að því að sennilega hafa nú Kubbur og Félag eldri borgara verið í samskiptum við fleiri allavega mig líka og hafa haft verulegar áhyggjur af þessu og það sést meðal annars í fundagerð sem fyrir þessu fundi sem ég held að sé rétt dagsett 22. mars 2022 en ef má sé vitlaust dagsett. Þetta allavega mjög skrítin dagsetning á fundagerðinni sem lögð fyrir þessum fundi. Ég veit ekki hvort það hefur tekið eftir í, hún svona gömul eða hún ný? Vitið þið það eða? Það allavega óskað eftir því að það sé samráð haft við öldungaráð. Hún stíluð allavega 7. mars 2022. Já, við allavega vonum að það verði þó betra samráð eins og í bókunum Örnu heldur en með hvernig þessi fundaráð en það allavega óskað eftir samráð. Þau voru allavega fyrr í vikunni ekkert sérstaklega ánægð með samráð þegar þau fóru að lesa bókun skipulags- og mannvirkjanefndar og fannst einhvern veginn á þeim brotið þar en það voru ágætis gögn í bæjarráði hvernig hægt að breyta pútvöllunum. Ég var ánægður með að það hafi komið fram. Það sýnir það að það möguleiki að koma jafnstórum pútvölli við án hristitækja en einnig mögulegt að koma þeim inn í á einhvern veginn fallegan hátt og þá myndi sennilega pútvöllurinn eitthvað minnka miðað við að tækin komast fyrir á 250 fermetra lóð. En svo alls konar útfærslur á því, hvort þetta sé lagt meðfram eða annað slíkt en það var góð skýrsla og það væri gott að senda hana ef að Félag eldri borgara og Kubbur hafi ekki fengið hana. Þá held ég að það myndi hjálpa til við að leysa ef það ykkur ennþá vandi varðandi pútvöllin. Maður skilur alveg áhyggjur þeirra og ég sérstaklega þegar það voru uppi hugmyndir að færa hann alla leið kannski á sjúkrahústúnum og annað slíkt sem að held ég að hafi ekki verið góð hugmynd. Því að það mjög mikið fólki á Hlíf sem hreinlega gengur beint yfir götuna og nota pútvöllin. Þannig að ég fagna því að Arna sé í góðu samskipti við þau og að formaður Félags eldri borgara sé sáttur við þessa bókun. Búið að senda okkur hana í tölvupósti eða? Ég sendi hana bara á Hjördísi en ég skal setja hana hérna inn líka. Ekkert mál. Og kannski árita það bara, ég veit úr sennilega vera búin hana til í dag, en það væri rosa gott að fá bókanir ef það vilji til að all bæjarstjórnin bóki að við fáum að lesa þær svona aðeins yfir. Það bara svona rétt til að árita það hjálpar til við það. En ég bara ánægður með og ég vonast til að þetta hjúkrunarheimili muni bara rísa og það var aðalega þessi kergja með pútvöllin og mér sýnist á þessari skýrslu að það sé vel hægt að koma honum fyrir. Takk. Já, takk fyrir þetta Kristján. Jóhann Birkir hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég bara tek undir þetta með orð Kristjáns í þessu máli en það kemur fram þarna hjá framkvæmdasýslunni ríkiseignir að þetta eru 31 milljón sem þetta er þessi dýrari kostur. Þar af tæplega þá 5 milljónir sem falla í hlut Ísafjarðarbæjar en það er ekki talað í þessu kostnaðinn við færsluna á pútvöllunum sjálfum og ég bara velti fyrir mér hvort að það verði þá hluti hjúkrunarheimilisins að færa hann eða hvort að það þurfi að gera sérstaklega og þá eingöngu af hendi Ísafjarðarbæjar. Já, takk Jóhann. Arna Lára hefur beðið orðið. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, við Gylfi ætluðum okkur að eiga fund með forsvarsmanni Kubbs og íþróttafélag og Félagi eldri borgara í dag en hann var felldur niður sökum ófærðar að þeirra beiðni og þá ákváðum við að gera þessa bókun í framhaldinu þannig að hún var að fæðast mjög sent þessi bókun og það var svona hluti af okkar samtali að þetta alveg skýrt að við ætluðum að endurgera hana völl og við bara verðum að standa við það. Og ég lofaðum því að við myndum öll gera okkar besta í því.
Já, varðandi hvort að endurbygging á vellinum verði hluti af framkvæmdinni, já, við munum sjálfsögðu reyna það. Ég hef verið að reyna að ná samtali við fjármálaráðuneytið bara varðandi Eyri, af því að mér finnst það vera eðlilegt að núna þegar við erum að fara að stækka Eyri að það er gert í 85-15 hlutföllum, eins og mjög oft þegar við erum að erum í slíkri uppbyggingu við ríkið. En Eyri eins og hún núna samt gömlu leiguleiðinni og mér finnst eðlilegt að núna þegar við erum að fara í nýja álmu að þetta verði allt undir sama formatinu og ég hef verið, sem ég sagði áðan, að reyna að ná samskiptum við fjármálaráðuneytið og sá maður sem sér þessi mál í fjármálaráðuneytinu var að hætta og hann orðinn nýr forstjóri sjúkratrygginga. Þannig að þessi hjúkrunarheimilismál eru bara í einhverju reiðileysi í fjármálaráðuneytinu sem stendur. Þannig að það þýðir ekki það, við erum að halda áfram að reyna að koma þessu í eitthvað góðan farveg þannig að við hættum að borga með þessu og mér finnst eðlilegt að þetta verði bara í sama hlutfalli og bara önnur hjúkrunarheimili á landinu. Það einhver 4 eða 5 hjúkrunarheimili sem eru í leiðinni svokallaðri, það allan við og Seltjarnarnes og einhverju 2-3 aðrir og en við þurfum að halda áfram að ná samtali við fjármálaráðuneytið að koma þessu lag samhliða nýja álmunni og mér finnst alveg eðlilegt að við reynum það að pútuvöllurinn og endingin og honum hafi bara hluti þessari framkvæmd. Að þetta er svo sannarlega fórnarkostnaður og það er búið að leggja náttúrulega fullt af peningum í hann völl og það má þá allan að telja það til sem okkar framlag í verkefnið þegar við eigum alltaf 15%. Já, takk fyrir þetta Arna Lára. Kristján hefur beðið orðið. Já, það fulltrúar. Það rétt skilu þá hjá mér að það ekki á hreinu hvort að við erum að fara með nýja álmunni í leiguleiðina eða hvort við séum að fara í 85-15 og kemur það inn á borð bæjarstjórnar aftur þegar það er komið á hreint og þá einhver leið inn eða út úr þessu dæmi. Ég náttúrulega að hvet ykkur sérstaklega til þess að reyna að fara ekki leiguleiðina og það verði 85-15 og að auðvitað bara að allt batterið fari undir sama pakkan sko. Því að við vitum alveg að leiguleiðin þýðir náttúrulega ákveðin skuldahlutfall eða ákveðin áhrif á skuldahlutfall bæjarins eins og gamla en núverandi Eyri gerir. Þannig ég hvet ykkur til þess og mér finnst svo absolutt að við eigum að halda því inni að auðvitað mun þessi færsla á þessari fasteigna að gera nýjan pútuvöll vera inn í þessu því að þessi fasteign Ísafjarðarbæjar sem pútuvöllurinn er að eyðileggjast fyrir viki og það er óeðlilegt að það verði ekki einhverja bætur fyrir það en við höfum ekki góða reynslu á því að semja við ríkið eftir á sem að við að gera aðrir erum að gera einhvers konar íþróttavelli eftir að við erum ekki búin að semja það þannig að ég hveti það að verði gjörsamlega á hreinu áður en það verði haldið svo að það byrjist ekki nýtt 20 ára mál varandi það. Takk. Takk fyrir þetta Kristján. Arna Lára. Ok. Já, forseti ágætu Böll, ég ætla bara að fá að svara þessari fyrirspurningu. Ég hef sannlega ekki verið alveg nógu skýr en þetta er 85-15 framkvæmd, það er alveg á hreinu. En ég vil bara færa þær eignir sem eru nú þegar komnar upp og færa það undir sama fyrirkomulag og ég vil nota það moment að nýbygginguna koma öll í sama format þannig að við erum alveg á sömu línu með þetta. Okay. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá ber ég upp þessa tillögu að bókun sem að Arna Lára sendi okkur áðan og viljið að ég lesa hana upp eða? Nei. Þá ber ég þetta upp og vinsamlegast gefið merki ef þið samþykkt þessari framlögðu bókun og tillögu skipulags- og mannvirkjanefndar að kostur 3A verði farin. Er mælt með. Og þetta Aðalsteinn, ert þú á móti? Nei. Ok, það eru allir samþykkt þessu, samþykkt samhljóða. Takið hendurna niður núna.
þá er það annar liður 6, það er einnig varðandi hjúkrunarheimili Eyri. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 601 sem haldin var 27. janúar síðastliðinn að bæjarstjórn heimili þá málsmeðferð í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123 skipulagslaga númer 123/2010 sem er þá breyting á deiliskipulagi að heimila auglýsingu á breyting á deiliskipulagi á Torfnesi. Orðið er laust. Það hefur enginn beðið orðið undir þessu lið og þá ber ég þetta upp, vinsamlega skemmi merki, það eru samþykkt þessu. Og það eru allir samþykkið þessu, þetta er samþykkt samhljóða. Með taka hendurna niður. Þá erum við komin að 7. lið, það er Dalbraut 1, eignaskipta yfirlýsing og lóðaleigusamningur. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 601 sem haldin var 27. janúar síðastliðinn að bæjarstjórn heimili sameiningu lóðanna Dalbraut 1 A og B undir eina lóð, Dalbraut 1 í Hnífsdal, undir þá 2 matsluta vegna gerðar eignaskipta yfirlýsingar. Orðið er laust þennan lið, það er Kristján, hann hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Ég er bara óvart uppi með hendina hérna sko, sorry. Ég hlustaði ekki á þig, ég byrst innlega afsökunar á þig. Þér er fyrirgefið. Það máttu taka hendina niður ef þú ætlar ekki að... Er einhver sem vil taka til máls? Nei, svo er ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða, vinsamlega gefa mig merki ef þið eru samþykk þessu. Þetta er samþykkt samhljóða. Þið megið taka hendurna niður. Þá erum við komin að 8. lið í dagskrá. Það er Sundstræti 28 á Ísafirði, lóðaleigusamningur. Þetta er tillaga frá sama fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 601 sem haldin var 27. janúar 2023 að bæjarstjórn heimili útgáfu á lóðaleigusamningi undir fasteignina við Sundstræti 28 á Ísafirði. Orðið er laust. Það er enginn sem hefur beðið orðið, þannig að þá ber ég þetta upp. Vinsamlega skefum við merki ef þið eru samþykk útgáfu þessum lóðaleigusamningi. Þetta er samþykkt samhljóða. Þið megið taka hendurna niður. 9. liður, það er Hafnarstræti 13. Það er sömuleiðis umsókn lóðaleigusamning. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 601 að bæjarstjórn heimili útgáfu á nýjum lóðaleigusamningum við Hafnarstræti 13 og 15 á Flateyri miðað við framlögð gögn. Orðið er laust. Elisabeth. Nei, þú hefur ekki, nei, allt í fína. Það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég þetta upp. Vinsamlega skefum við merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Með taka hendurna niður. Við erum komin að lið 10. Þetta er Kirkjubólsland, fyrirspurn byggingarleyfi. Hér er tillaga frá fundi 601 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd sem haldin var 26. janúar síðastliðinn að bæjarstjórn heimili stækkun lóðar við Kirkjubólsland, landnúmer 13802 í Engidal, Skutulsfirði með hliðsjón af tillögu sem lögð er fram. Orðið er laust. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla bara að láta bóka það að ég er vanhæfur þar sem ég er mjög skyldur þessum eigandum. Þannig að vil bara að það verði bókað. Já.
Þannig að þú Víka fundi. víka fundi á meðan að við afgreiðum þetta mál. Já. Takk. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá ber ég þetta upp og vinsamlega skefið mér merki ef þið eru samþykk. Og það eru 8 sem að samþykkja þetta. Jóhann Birkir hefur vikið af fundi og er því ekki inn í þessari tölu. Ok, þú mátt koma aftur, Bikki, inn á fundi. Þá eru það fundargerðir. Það er hérna 11. mál, það er bæjarráð, fundargerð að fundi bæjarráðs nr. 1227, fundurinn var haldið 23. janúar 2023 og hún er í 11 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það hefur enginn beðið orðið og þá er hún framlögð. Síðan nr. 12, það er lögð fram til kynningar fundargerð frá Íþrótta- og tómstundanefnd nr. 238 en fundurinn var haldinn 18. janúar 2023 og fundargerðin er í 3 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð og það hefur enginn beðið orðið og þá er hún framlögð. Númer 13, það er skipulags- og mannvirkjanefnd, það er lögð fram til kynningar fundargerð númer 601 frá skipulags- og mannvirkjanefnd en fundurinn var haldinn 27. janúar 2023 og fundargerðin er í 9 liðum. Orðið er laust fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar. Það er enginn beðið orðið þannig að fundargerðin er framlögð. Það er 14. liður á dagskrá, það er lögð fram til kynningar fundargerð fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar nr. 128 en fundurinn var haldinn 25. janúar 2023 og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er þessi fundargerð lögð fram. 15, það er frá velferðarnefnd, hér er lögð fram til kynningar fundargerð nr. 468 frá fundi velferðarnefndar en fundur var haldið 23. janúar 2023. Fundargerðin er í 3 liðum. Orðið er laust. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það er hérna undir öðrum lið reglum sérstakann húsaleigustuðning sem við tókum fyrir hérna áðan. Ég var bara, þegar ég var að fara yfir þessum fundargerð þá var ég að velta fyrir mig hvort það væri bara villa í honum. Það stendur hérna í bókun að húsnæðis- og mannvirkjanefnd hafi hækkað sínar greiðslur. Ætli það geti verið að þau eigi við húsnæðis- og mannvirkjastofnun í þessu tilfelli. Líklegast, en ekki að þetta skiptir miklu máli, en það er kannski gott að þetta sé þá rétt og við vitum það, sko. Annað var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þessa ábendingu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð velferðarnefndar framlögð og síðasta mál á dagskrá það er númer 16, það er lögð fram til kynningar fundargerð 12. fundar öldungaráðs en fundurinn var haldinn 7. mars 2022 og fundargerðin er í 5 liðum. Orðið er laust. Kristján. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég var bara aðalega að hugsa, ég var að vona þetta væri vitlaus dagsetning því ég var að spá við ætlum að bóka eitthvað að átelja fyrrverandi forseta fyrir að hafa ekki staðið almennilega í vinnu við að koma þessu inn á fund á sínum tíma en ég læt það samt ógert, sko. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Arna Lára, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, það hefur örugglega farið fram hérna ákveðin fornleg uppgröftur á skrifstofunni og þessi fundargerð fannst og það er náttúrulega mjög leiðilegt að hún þið kynnt svona seint. Þetta er næstu ári eftir þessi fundi fór fram og það er mjög bagalegt og ekki okkur til neinu kost. Við þurfum að þetta má ekki gerast aftur. Alveg fællegt, satt skal segja. Já, ég held að við getum öll tekið undir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Fundargerð öldungaráðs? Svo er ekki, þá er fundargerðin framlögð. Þannig að dagskráin er tæmd. Ég þakka ykkur fyrir sem álítu og við sjáumst vonandi í Raunheimum á næsta bæjarstjórnarfundi og fundið slitið. Takk fyrir.